Asninn í tjörninni. Asni nokkur hafði þungar klyfjar af salti á baki sínu. Hann var á leið heim af markaðnum og gekk á eftir húsbónda sínum sem ekki bar neitt annað en staf sinn og blístraði ánægjulega á göngunni. Asnanum leið ekki vel. Honum var heitt og hann var þyrstur og átti erfitt með gang þar sem byrðin var svo þung. En hann staulaðist áfram stynjandi undan þunganum og rann og hrasaði á ósléttum og rykugum veginum. Vegurinn versnaði stöðugt og asninn rann sífellt oftar, þar til skyndilega varð slys. Hann rann til og datt í tjörnina. Splass! Saltið mitt, hrópaði bóndinn skelfingu lostinn, því hann vissi hvað yrði dýrmæta saltið hans ef það blotnaði. Hann reyndi að ná því, en vatnið leysti allt saltið upp. Asninn hafði engar áhyggjur. Hann naut kalda vatnsins. Þegar hann kom upp úr vatninu var byrðin mun léttari, því nú voru pokarnir á baki hans næstum tómir. Nú var asninn vel kældur og léttur á sér, en bóndanum sem hafði glatað öllu saltinu sínu var heitt og leið hörmulega. Næsta dag þurfti asninn að bera miklar klyfjar af svampi. Bóndinn hafði farið aftur með hann á markaðinn og þeir voru á heimleið eftir sama vegi. Það var enn heitara í dag og asnanum leið illa undan byrðunum. Hann sá nú tjörnina framundan og mundi hversu svalara hafði orðið þegar hann féll í hana daginn áður og hversu léttari byrðin hafði orðið. Nú reyni ég þetta aftur, sagði hann við sjálfan sig. Hann lét sig því detta viljandi í tjörnina til að byrðin yrði léttari. En í þetta sinn hafði bóndinn engar áhyggjur. Jæja, vinur, ég veit hvað þú ætlar þér, sagði hann glottandi. Svo þú hélst að svamparnir myndu skolast burt eins og saltið. Komdu nú upp úr og við sjáum hvað setur. Asninn skildi ekkert í því sem bóndinn var að segja. Það var miklu svalara eftir að hann blotnaði og hann bjóst við að byrðin myndi líka léttast. En svampurinn fylltist af vatni og byrðin var miklu þyngri en áður. Það var því engin furða þótt bóndinn brosti út að eyrum, en asnanum leið enn verr en áður. Hann var nú meiri asninn.